hlýtur eiginlega vera vegna þess að þrjár af 10 topp selleránum eru jarðarberjasultur. Skemmtileg umræða, tökum við þetta Já, tökum bara núna. Vistu, bara það að byrja, Ég sko. byrjað? Já, Já, við erum já, að já, tala um sultur og mest seldu sultunar. og það er komið gestur, helvítis kokkurinn. Hvað heitur í alvörunni? Ívar Örn Hansen. Já. Og ert kokkur. Er kokkur, já. En hvaðan kemur helvítis? Var þetta bara eitthvað svona helvítis kokkurinn og þá bara festist það eða? Já, sko, þetta byrjar 1998 þegar ég er að byrja að læra kokkinn. Já. Þá er ég að vinna með í dýravörslu meðal annars á Frakkastígnum og það er einn maður sem heitir Atli Steinn Guðmundsson sem að eiginlega hendir þessu nafni á mig og það festist eiginlega út á honum, sko. Já. Hvað sagði hann? Eitthvað svona, látið helvítis kokkinn hafa þetta? Nei, sko, já, fyrst er þetta þannig, sko, hann er sem sagt mjög vel lesinn og lesið mikið til dæmis eftir Þórberg Þórðarsson og einhverju bók eftir Þórberg Þórðarsson sem ég man ekki nákvæmlega hvaða bók þá er sagt, sko, rífðu helvítis kokkinn upp á raskatinu eða eitthvað Já. og hann svona tengir þetta eitthvað, sko, fyrstir, sko, ég er að læra kokkinn á þessum tíma þannig að kokkurinn var svona fyrsta viðurnefni en svo svona þróaðist það í helvítis kokkurinn út af alla, sko Já. og hefur eiginlega bara fyllt mér alla tíð í öllum mínum vinahópum, sko. Og ertu ánægð með þetta viðurnefni? Já, ég er það, sko. Já. Það er nú margt, sko, þetta er töff, eða svona að vera helvítis eitthvað. Eða verið helvítis fannar. Ég tæki því, sko. Fannar ís, sko. Fannar minn er einhvern veginn, það er svona orðið svolítið fast. Fannar minn, já, það festist á sínum Hjá okkurum hópi, sko. Já. Það er ekki allir sem tengja við það. Nei, en einhverjir gera það, sko. Já. En þú varst þess að lærður kokkur Já. og ég tók eftir fyrst, varst ekki með einhver innslög eða þætti á sín eða stöð 2? Jú, 22, þá labba ég inn á fund með honum Þórhalli. Já. Og þá var frændi minn sem er að vinna á sín og var að selja auglýsingar, búin að segja við mig örugglega, nokkur ár. Hvenær er alltaf að fara að gera sjónvarpsþætti? Og þá vorum við búin að vera að horfa mikið á Matty Matheson, veit ekki hver það er? Nei. Það er kanadísku kokkur, svona YouTube kokkur. Já. Og hann sagði, Hlynur Sörst, þessi frændi minn sagði mig, sko, Ívar, ef hann getur gert sjónvarpsþætti, þá bara hlýtur þú að geta gert það líka. Já. En ég sagði, ok, kýlum á þetta. Fengum fund með Þórhalli og hann ákvað svona á 3 mínútum, þetta er selt, við förum í þetta. Já, geðið. Og hvað er þættin að heita? Og ég svona horfði á Hlyn og helvítis kokkurinn. Já. Já, gaman. Þetta var, hvað var þetta langt raun? Var þetta ekki alveg 2 vetrar eða eitthvað? Tók 4 sísonir komið út, 1 svona jólaæfing í 4 þáttum og svo 3 heil síson með 8 þáttum. Já. Og hvernig fannst þér þetta? Fannst þér þetta góðu skóli að búið til sjónvarp? Mér finnst það geðveikt. Já. Ég elska það. Ég elska myndavélar. Já, en það er samt búið til, sko, matrislu þætti, ég hef nú gert nokkara, það er smá trikki, sko, að resetta svona matnum og byrja upp á nýtt og eitthvað svona. Já, sko, Horfið kameruna, eitthvað svona. Já, ég fann það alveg strax, sko, þegar við byrjum, ég tók upp með Tomma Marshall, veit ég hver það er. Já. Kokkurinn? Vinnur okkar. Já, og við einhvern veginn, sko, við bara klikkuðum. Þannig að það þurfti einhvern veginn, þú veist, eftir fyrsta þáttin, við vorum búin að taka fyrsta þáttin, þurftum við eiginlega ekki að tala meira. Það bara, ég vissi hvenær Tommi vildi fá þetta skot og hvenær ég átt að hægja og svo þarf að snúa sér eitthvað og sín í skálina. Þú veist allt þetta. Og það einhvern veginn, við harmoníum svo vel saman að þetta er aldrei vesen. Já, geðið. Mér finnst leiðilegt hvað er lítið núna framleitt á svona matrislu þáttum. Mér finnst minna af því, sko. Síminn var mjög duglegur við þetta og sín líka, en núna er einhvern veginn minna að þessu. Datt svolítið svona potturinn úr þessu þegar sín hætti að framleiða innanhús. Þá svona bökkuður aðeins út úr þessu, en ég heldur þessu nú svona að koma hægt og rólega tilbaka. En geitin í þessu er náttúrulega Siggi Hall. Já, klárlega. Það er maðurinn sem bara startaði. Já, sko, okkar kynslóðar. Já, hans, og hvað er gamall? Jakkallu við, kannski? 46. Já, ok, þá ertu aðeins fyrir ofan ykkur. En er einhver önnur geit? Í þessu leik? Já. Eva náttúrulega á... Við verðum náttúrulega að nefna Jóa Fel. Já, það er bara stöðist. En hvað var hann að gera í sínum þáttum? Var hann að baka? Ég man bara eftir skotunni í sturtunni. Það er eina sem ég man. Jói er búin að vera með alls konar þætti. Grillþætti og baka og ég veit ekki hvað og hvað. Ég veit ekki hvað ætla sem búin að gefa út margar sjónvarpsþáttaseríur með stöð 2. Mér þetta er gaman að vita það. Já, það er eitthvað rosalegt, sko. Og bók eða 2 Haukur náttúrulega bakkaði hann alltaf sjúklega mikið upp, sko. Hann er 60 ára. Er það? Ekki 60 ára? Jói Fel er 60 ára. Já. En það er rosalegt, sko.
Það er bara 14 ári í 60 og þeir sko. Já, takk. 12 ári. Það er alltaf svo stutt í stóra aldurinn sko. Maður þarf að minna sig það sko. Það er sko rúm 3 ári í 50. Já, það sem byrja því. Byrjum að því. En mér finnst áhugaður pæling sko, hver er okkar kynslóðar kokkur í sjónvarpi? Það er vantarlega mitt bara Siggi Hall, Jói Fel. Já. Var einhver kona hérna 90s eitthvað? Nú ég bara kasta þessu upp. Ekki sem ég man eftir, Nei. skilur mig, en það getur vel verið að það hefur verið á einhverju tímapunkti. Er Eva Laufey þá svona fyrsta konan sem að slæri gegn sem... Já, ég held að hún eigi svolítið þetta. Sko. Var ekki eitthvað á RÚV, einhver svona kona með einhvern... Herðu, jú, hún hérna fréttakona. Jóhanna Vigdís kom með eitthvað Vigdís smá. var með eitthvað. Hún gerði eitt sem að fór í töðunar fólki, hún braut pastað. Það var allt vitlust. Og hvað? Ítalinn gerir það ekki, það má ekki. Nei, við erum ekkert á Ítalíu. Nei. Nei, þetta er þegar þú brýtur pasta á RÚV, þá, þú veist, það var allt vitlust. Svo var margir reynt, ég meina Frikki Dór, hérna tónlistarmaður, vinnur okkar, hann gaf út bók og það var skúffukaka, en það vantaði hveitið í uppskriftina. Þannig fólk var að reyna eitthvað að búið til skúffuköku og þetta skrítið maður. Bara sykur. Það var bara ekkert hveiti. Síkur, egg og smjör og kakó. Það var hún eitthvað skrítið. Já, sko, við gáum út matreiðslubók fyrir, 2 ára síðan og hún var þaullesin yfir. Það eru samt villur, sko. Já, þú gleyma hveiti í skúffuköku, það er helviti mikið, sko. Já, það er eins og að gleyma vatninu og alltaf sjóða pasta, sko. Svolítið, sko. Já. Þú hérna, það er ein uppskrift sem ég alltaf nota eftir þig sem er hérna pönnukökur, var ekki þú? Þú setur hérna sítrónusafa út í, eða ekki? Bingo. Já, það stikkaði mér, sko. Ég ger það alltaf. Hvað gerir það? Svona smá... Sítrónudropa. Ég veit ekki sem Eða hvað safa, það má hvað það gerir, sko. Ég bara gera það. Sko, þegar þú setur sýru í mat, Já. við erum alltaf að leita þessu, það eru 4 bröður sem við erum að vinna með. Við erum að vinna með sykur og salt, beiskju og sætu. Nei, hérna, sykur, salt, beiskju og hérna sýru. Þannig að til þess að elevata eða lifta upp einhverjum öðrum elementum, á stundum sýru til þess að fá sykurinn aðeins, aðeins sætun í gegn. Þá langar við að spyrja, að því ég er svona áhuga kokkur. Sýra, er það líka eins og hérna vinegar? Já, edik, klárlega. Og edik og vinegar, þetta er sami hluturinn? 100%. Ok, og edik er þá bara íslenska orðið yfir vinegar? Sí. Og hver er þá munurinn á öllum þessum vinegars? Það er eitthvað borðedik, svo ertum eitthvað eplaedik og alls konar edik. Akkurat. Eitthvað asísti edik og eitthvað jari. Akkurat. Skiptir þetta málið að er þetta... Já, mat, sko, það fyrir eftir í hvaða matargerð þú ert að fara. Okay. Ég myndi til dæmis aldrei nota sko hvítvinsedik í sultuna mínar. Eða rauðvinsedik. Nei, hvað myndi það að gerast? Þá myndi koma bara svolítið rauðvinsbragði í gegn eða hvítvinsbragði í gegn. En ef maður nota bara borðedik, er það bara svona natural ediki? Það er natúral, já. Hvað er edik? Eða bara fyrir mig grunninn á ediki. Veistu það? Er það ekki bara vín og þau búin að sjóða vín mjög lengi, þá kemur edik? Veistu það? Ég ætla bara að játa mig siðra. Ég veit ekki hvernig edik er búið til. Ég ætla bara að segja ykkur alveg hreint út. Einhverstað lærði ég það að það er skilur hérna alkohól. Já. Svo ef þú vinnur alkohólið lengra, þá verður það edik-ish, skilur eins og rauðvins edik var einhvern mann rauðvín. Ég er að fara. Ég elska að ég er rétt fyrir mig með þetta. Og ef þú gerir eitthvað meira við rauðvín, þá verður það rauðvíns edik. Edik er súrvökvi sem verður til þegar áfengi gerjast í ediksýru með hjálp bakterja. Thank you. Ógst að finna samt skil ég ekkert hvað þetta er, sko. Ég er bara hægt að stikka einhvern veginn. Ég er góð. En ámar það að vera duglegir að nota, sorry hvað er áhuga samar um það. Bara kóta með það. Ámar það að vera duglegir að nota edik bara í alls konar. Bara svo eins og með bara pönnukökunar. Já. Sítrónusafinn er einhvers konar edik og það lyftir bragðinu. En ámar líka að gera það að maður er bara, ég veit ekki, að gera hakk eða eitthvað. Setja smá rauðvins edik út á. Klárlega. Þú ert alltaf að reyna að mixa þessum 4 bröðum þannig að þú fáir út umamið sem er 5. bragðið. En hvað svona annað svona hversdagslegt sem við erum elda mættu við setja edik út á? Svoðin fisk eða? Í rauninni, já, hvítisedik. Klárlega, út í pottina árum síðan. Algjörlega. Vá, ég nota bara aldrei edik. Ég held að ógeðslega margir sem halda sósur, bara. Ég held að mjög margir sem halda til dæmis að borðedik sé bara eitthvað til þess að hreinsa, það er bara hreinsaefni. Klárlega. Já, en það er það ekki. Alls ekki, sko. Af hverju heitir það borðedik? Góð spurning. Það er bara að fletta því upp líka.
Það er bara að vera á netinu alltaf daga. Þegar borð etiks líka, krukkan er svo svona hreinsi efnaleg. Já, þetta er svona eins og hóstamistóra. Já. En hvað er fólk að nota borð etik í? Bara svona day to day. Veistu það? Góð spurning. Já, ok. En er það bara grunnetik? Ég myndi nota til þess, ég nota borðetik þegar ég er að pikla eitthvað eða síra eitthvað gremmiti. Þá nota ég borðetik. Ok. Mér langar líka að vita meira um það. Þú ert að pikla til dæmis bara gúrkur. Hvernig ger ég það? Mér er alltaf langað að gera það. Þá ertu alltaf að fara að nota sko uppskriftina sem að allir kokkar nota. Ok. Og það er þessi 3-2-1 basic uppskrift. 2, 1, ok. 3 af vatni, 3 af vatni, 2 af sigri, 2 af sigri. 1 af etiki. Og það er bara í krukku. Nei. Nei, fyrir ekki. Sjóðu upp á þessu. Ok, það er sjóða. Já. Já. Og svo að þú vilt setja einhverja bragðprófíla út í þetta fyrir súru gúrkurnar eins og til dæmis kúmen eða einiber eða whatever, lárviðarlauf, sinnepskott, þá síður það með þá til að, þú síður þetta bara einhverja 2-3 mínútur, svo hellir þú vökunum út á skorna gremmitið í glerkrukku, lokar. Svo, já, það er mikilvægt að sjóða þetta. Það er mikilvægt að ná upp suðu, já, á vökunum. Ok, áhugavert. Mér langar að gera meira þessu. En finnst þér svona gott? Eða? Já, ég kaupa oft sko svona jalapeno í svona krukku. En mér langar að gera þetta sjálfur sko. Mjög auðvitað að gera þetta sjálfur. Já, og rauðkál og alls konar svona. Þú getur gert allt sjálfur heima. Já, ég veit að maður þarf að duglega við þetta sko. En það er svo easy og meiri sé að ég er sem aðrislumæður, það er svo easy að fara út í búð og kaupa bara, þetta er bara tilbúið. Ég er bara að hitta þetta. Flott. Já, ég veit að það var næsta spurning að því þú ert að vinna við þetta. Ertu duglegur að til dæmis elda heima? Maður heyrir ofta að kokkar éti bara skýr og drasl heima sko. Já, kokkar éta allan viðbjóðin sem engin annar vill. Þannig að maður á ekki að vera stressað að bjóða eins og þér í mat. Þetta er svo góð punktur, því ég segi alltaf þegar mér er bóðið mat, fólk hefur misjafnar áður því, skilja, við erum að bjóða matrislumann hvað á ég að hafa? Mér er alveg sama, hafið bara keks og osta og þá er ég góður, ég þarf ekki að gera neitt. Nei, það er frí. Beautiful, pulsur, nice. Þetta er svo iðnaðarmenn, þeir nenni aldrei að sinna húsunum sínum, mála eða leggja eitthvað drasl. Þetta er bara nákvæmlega sama, ég meina eftir að strákarnir mínu komust, þú veist, á fullorðinsárinu þá bara eiginlega hættu að elda, það er hendinga, ég veit að það er ljótt að segja það, en þú veist, það er hendinga ég elda heima hjá mér. En sko, þú starfar ekki við einhver veitingastæða sem kokkur? Nei, ég starfa einungis sjálfstætt. Ég er sem sagt, við bæði erum að framleiða þessar sultur og dreifa og svo starfa ég sem engamatrislumaður fyrir nokkuð fyrirtæki, fyrir svona velefna og útlendinga. Wow, nice. Stundum, já. Þannig að þú sendur eitthvað starf upp í sveit að kokka fyrir Beyoncé og svona. Já. Kannski ekki hana? Kannski ekki hana, kannski einhvern tíðan, ég veit ekki. Nei, máttu ekki segja. Ég veit mann sem þurfti að redda hassi fyrir Beyoncé. Ég kannski að koma með hassi fyrir en grasi? Hún vildi hass. Vildi hún hass? Hún og Jay-Z vildu hass. Hass? Hann var sérst bara svona að hjálpa þeim og hann bara, hvernig redda ég hassi hálftíma. Og það hafðist sko. Ertu vissum að það var hass? Maður hringir í mann. Þetta var drullan, þetta var ekki laufin sko. Það bara brúnn afgan. Já, og hann var í sjokki sko, bara á ég að redda einhver hassi. Ok, byrju, hvað ger ég? Ég hlýt að þekki einhvern sem þekkir einhvern sem á hass. Ég held þú, já. Og svo fór hann bara með hassið til þeirra og horfði á þau reykja hassið og honum fannst svo áhugavert að þau er svo fræg og þeim var alveg sama. Bara reyktu hassið sko. Þetta er mjög áhugavert. Það er ekki beðum gras fyrir einhvern veginn. Eða einhvers þar heyrði ég að grasið á Íslandi væri svo gott. Eitthvað? Já, þú kannski hefur. Það er ok. En, býtu, já, hass. Já, mér finnst það mjög. Hvert myndið þú ringja að þú fengir núna símdal? Getur þetta með hassi? Það væri bara eitt númer sem ég myndi ringi. Já, ég er ekki með neitt svona eitthvað go to. Eða þú veist, það númer myndi ringi annan númer sem myndi ringi annan númer, skilur. Við þekkjum öll einhvern sem þekkir einhvern. Þú myndi bara ringi Fannar. Já, ég er búin að sjá það. Búin að redda þessu. Fíknefnarsalinn Fannar. En sko, tölum að sem er svo sultur. Yes. Sultuna þeinar, þær hafa vakið mikla athygli. Ég er rosalegur fan af þinni sterkustu. Ég nota hana í mjög mikið. Hefur þú smakkað hana, Benni? Ekki sterkustu, nei. En hvernig kemur hugmyndina að byrja að búið til sultur? Það er smá crazy. Já, sko, þetta er í rauninni mjög samtvinnað, helvítis kokkurinn og helvítis EHF fyrirtækið okkar. Já, saman að sko, sjónvarpsþættinni byrja 12. júní 2022 og þá er ég komin í veiðihús Norðurland
Benni að smaka hérna Gott sko, þetta er bara sterkt. Er hún sterkari, sorry, er hún Já, sterkari? hún er sterkar en þessi. Er það? Já. Ok, en halda áram. Herri, já, ég kom í þess að Norðurland í veiðihús að vinna og þættinni byrjaði að rúlla og ég er svona eitthvað að feta mig áfram í þessu samfélagsmiðla ævintýri og er svona byrta alls konar, þú veist, úr náttúrunni fiskur þarna og eitthvað og lömbin og svo er ég að búið til sultu, rabarbarasultu og bara úr garðinum við hliðina og ég fyrir að leika með mér alls konar svona brögð út í rabarbaran, sítrónu og appelsínu og eitthvað svona og svo fyrir að taka vídeo af þessu og setja á neti og Þóri kona mín ringir í mig einn daginn og spyr hérna Ívar minn, þetta er nú allt rosa fínt hjá þér en hérna allar geta að fara að búið til sultu fyrir mig Já. ég segi, hérna Þóri, þú borðar ekki sultu Já. það er rétt, Já. en ég borðar chili sultu Já. og ég er ok, ég skal búið til chili sultu og kom heim og svo förum við eitthvað svona áfram með í samtalenu og svo kannski bara selju þær já, helvíti sultunar og eitthvað og þannig byrjar þetta Allar góðar hugmyndir koma út svona, bara svona náttúrulega, smá húmor. akkurat, Já, einmitt. svo bara kem ég heim být til sem sagt 5 uppskriftir er endar ekki með grænu chilisultunu hérna Nei, framleiðum hana núna bara fyrir jólin ok. það er einhver mjög sérstakur markhópur sem vill hana einungis Já. og sumi vilja hann alls ekki að því hún er græn Já, Já, hún er góð sko. akkur græn. hún er sem sagt allar sultunar okkar eru sem sagt litaefnalausar Ok. þannig að við notum sem sagt bæði chilíin og paprikuna til þess að búa til litin þannig að í til þess að appelsínugulu sultunni eru bara appelsínugula paprikur og appelsínugulu chili Já. í gulu alveg eins gula paprika, gulu chili En er það tilfelli í sultu bransanum að vera þess að skella litarefnum í? Sultu bransanum. bæði litaröfnum og svo er bara rosalega mikið af vatni kíkið á hérna, innihaldslýsingar á sultukrökkum út í búð og margar sem eru framleiddar til dæmis hér á landi og gríðarlegt magna af vatni í þeim við notum ekkert vatn til Er það bara til að finna út? yes sir þess vegna getur þú keypt jarðarberjasultu á þú veist, 400 kall sem eru 500 grömm en okkar kannski kostar 900 kall en eru bara 200 grömm en það er líka íslensk jarðarber í jarðarberjasultun okkar Já, Já. ok. og ekkert vatn En hérna, sko, þegar við vorum að byrja, það kannski náðast ekki inn, ég veit það ekki, þá vorum við að tala um jarðabærasultur. já, Hver kaupir jarðabærasultur? akkurat Hver gerir það? Já. Þetta er svona vangavelta. sko ég held að eins og Fannar sagði hann að þetta sé eða þú Benni, ég man ekki sko, þetta sé kannski bara í bakstri þú veist, í Já. randalínum eða eitthvað, það bara hlýtur að vera vegna þess að ég hef persónulega held ég bara aldrei séð eða orðið vitna því ef ég fer í pönnukukubóði eða vöflubóði eða eitthvað, herru já, fáðu ykkur endilega hérna jarðarberjasultu með Já, það er góð svona punktur. 98% tilfella rabarbarasultu á borðinu og risberjalup Já, en þá veltum þessu í bakstri, tala um randalínu. Sko, ertu að tala um að jarðabærasulta sé eina mest seldu sultunum bara út í búð eða er það bara svona einhver svona heildsali sem er að kaupa, einhver svona framleiðandi í bakari sem er að kaupa? þetta er út í búð, þetta eru retail-tölur Já, ok. retail og hinn og business to business er það bara tvennt ólíkt Þessi hún er heldur góð hefur jarðabærsöldar. takkari menn Út í búð, já. Það er rosalegt, sko. Því ég gæti hugsa að jarðabærasultna gæti verið vinsæl á stofnunum, landsspítalanum. sko, þetta er alveg góð punktur Já. þetta er góð punktur Sko, ég hef ekki pælt í þessu verið Nei, einmitt. Karolina Reaper og Bláber sem er mín uppáhalds, hún er alveg mjög sterk sko. en ertu búin að fara í hérna? Og ég er ánægður að það stendur mjög sterk og hún er mjög sterk. Stundur stendur mjög sterk og það er ekkert mjög sterk. akkurat Og þetta er alveg svona, já, þetta er góðu styrklegi. Ég elska sterkan mat sko. En er þessi sterkari? já, sko, Krækir bara í helviti. þarna eru 3 sterkustu chilium í heiminum Já, sæl. það er bara Carolina Reaper í Carolina og bláberjasultunni Aha. þarna er það með Carolina Reaper Ghost Pepper og Maruga Scorpion En ég elska líka Og íslensk rækjur. sko, að góða við sultuna, þá er hún svo sterk, þá er hún líka óslega bragðgóð sko. þetta er eiginlega punkturinn sem ég ætlaði að fara inn á næst vegna þess að það geta rosalega margir búið til sterkan matvöru en trikkið er einmitt eins og þú segir að gera hana líka bragðgóða Hlaðfréttir í boði Atlansolíu og við ætlum að tala um sparistöðina. Já, þið veljið ykkar sparistöð og þar fáið þið lægsta verðið. Þetta er ekkert flókið, til dæmis í appinu, opnið bara appið og smellið á sparistöðin ykkar og þá fáið þið ekkert eðlilega gott verð. Elskum Thule. Já, nú erum við að fara í útilegu sumar og hérna, ég ætla að fylla bílinn af Thule. Ég ætla að fylla bílinn af Hverju? 1 set bitum.
og bara klassísku klassísku plötunum bara súkkulaðiplötunum Bara rjómasúkkulaði? Nei, ég er ekki að tala um það. Nei, hvað talar Ég er að tala um bara alvöru súkkulaði. Já, bara suðusúkkulaði. Já, börnin elskar suðusúkkulaði. Það er uppáhald súkkulaðið mitt. Já, og talandi að fylla bílinn af einhverju, ég ætla líka að vera með fristibox og fylla bílinn af kjörís og sérstaklega mjúkís og pólísís. Það eru pinnarnir sem allir elska, bæði fullorðnir, börn og gamalmenni. Ég ætla að setja vænan slurk hérna af krækibera helviti. Já, þú fannar vill oft bara svona pína sig. Já, ég er þar sko. Fær eitthvað út úr því að Ég var hræðilegur þegar ég var yngri sko. Það er endorfínir. Já, maður er hann var með lyklakippu lengi vel með, hvað heitir sósan? Sriracha. Sriracha lyklakippu, það sem hann setti það bara út á allan mat. En hún er ekkert sterk í dag. Nei. Við fekk smá ógeð Sriracha. Já, það kannski að þú mast með hann lyklakippu og settir hann á allan mat. Þessi er rosaleg. Já, ertu að meina bara flösku í leikliðinni? Já, það var bara lasagna í hádeginu bara rúf eða eitthvað, það var bara og það var bara fiskur næsta dag, það var bara allt. Krækibera er rosalegt, sorry. Þessi er góð sko. Krækiberi? Þessi er negla. Hvor þá? Sterkar? Já. Já, hún er sterk. Já, hann bara Þú góð. veit, ég er viðkvæmur en þú. Það er allt í lagi. En sko, sultu gerð, þú veist, gæti ég búið til sultu heima? Nei. Jú. Ákveð þú ekki að geta það? Ég er ekki fær í því og ég bara svona þyrta. Sko, Benni, þú kannt að lesa Já. og þú kannt svona basic eldústæki, þú kannt að kveikja á hellunni. Jú. Þú átt pott, Já. en þá getur gett söldu. Já, en okkur gerum maður það ekki? Þú voru að spyrja inn á við. Þetta er bara nennan sko. Ég held að þetta sé bara eins og með rosalega margt í dag. Þú veist, takið þið slátur til dæmis? Nei. Einmitt. Foreldrar okkar gerðu það. Já. Við gerum það ekki. Nei. Það er rosalega margt sem er bara búið að detta út af því að þú getur keypt bara tilbúð út í búð. Nei, fattar hver þér að fara? Það er svo hitt er svo auðvelt. En þú ert örgulega bara að fara í gegnum trials and errors með þessar sultur, vantarlega. Sjálfsögðu. Og það er kannski það sem maður nennir ekki. Það fyrir bara, ég kaupi bara helvitssultunar, það eru svo góðar. Já, en svo er þetta líka bara spurningum hversu mótiveitaður ertu fyrir því að búa til sultu. Hefur áhuga á því? Nei, ekki tannig sko. Ertu þá nokkuð að fara að búa til sultu? Nei, líka ekki sko. En það er svo gaman að finna sér eitthvað til dundurs svona í eldhúsinu. Það er alveg spurning hvað það er. Já, hvað gerur þetta dundurs í eldhúsinu, Benni? Ekkert. Ég er að reyna að finna mér eitthvað. Finnaðu bara eitthvað eitt. Þú voru nú alveg tölur í eldhúsinu, ekki draga það en niður. ég er að tala um skiluru að master, eins og þú varst alltaf að master eitthvað brauð. Ekki master, hann hefur áhuga á því. Já, og eitthvað svona. Og gerur ekki eitthvað meira. Pítsutnar, masteraði Þú pítsutnar. veist, ég byrjaði á súrdeginu og endaði sem pítsur. Já, ég er ekki að mastera. Ég fattaði þegar ég var að gera súrdeg að ég borðaði aldrei þessi brauð. Mér var bara svo gaman að gera þau. Svo bara hörnuðu þau. Ég bjóð til rasp úr þeim, en það endaði þessi Sáttu mikið að raspi. Ég átti rosa mikið. En ég tók þá dellu á næsta level með pítsur sko. Já. Og nördaði svolítið yfir mig þar, svona í kringum COVID og svona, og endaði að kaupa með sko ógeðislega stóran pítsaofn. Hvað getur þú? Hann heitir Alfa. Hann er seldur í Eyrvík, hann er svona, þetta er alveg svona dóm sko, þetta er bara svona hjúts. Brauður? Nei, ég fekk hann svartan sko, það var eitthvað svona seinasti opnin í búðinni eitthvað. En hérna sögðu þeir. En mér er það óslega gaman, svona að vera með einmitt eins og Benni að tala um eitthvað til að dunda sér í. Já, þú með sultunar. Ertu ekki eitthvað öðru svona dundir í? Já, ég er mikil dundar að upplæði sko. Mér finnst til dæmis gaman sko, ég til dæmis átti mótorhjól og ég tók það í sundu tvisvarsinnum og sprautaði það. Já, og skiptum nánast allt að því. Þetta er líka landkrúser sem ég tók alla innréttingun út úr og setti aðra innréttingu inn í hann. Því maður langaði leður innréttingu. Vá. Og ég googlaði mig bara til hvernig þetta verið hægt að gera þetta og svo bara lét ég vaða. Sprautaði hælúk sem ég átti. Þú veist, mér er gaman að skapa. Já. Alveg sama hvað það er. Ég fæði svona chili, svona, það setjast með chili. Þú mannst Fannar hvernig þetta er. Vondarlegin inn, Ég veit það. verðlegin. Yes. En er það eitthvað sko, eins og með bílana, er það eitthvað svona della frá því í æsku eitthvað? Góð spurning. Fóreldreinir voru eitthvað bílafólk? Nei, það var alls svoleiðis. ekki. Þetta er bara eitthvað sem ég tók upp með sjálfum mér sko. Já. Ég elska að taka mig bara svona einhver verkefni. Já. Mikill svona verkefna maður. Bara hvað, já, verkefnum maður. Já. Hvað sem það er bara. Já, í rauninni sko. En á svona sumurinn er einhver svona della, svona sumardella.
veiða. Já, sko, ég er ekki búin að vera nógu duglegur síðan við stofnum þetta sultufyrirtæki. Það er kannski full mikil tími búin að fara í vinnu. En hérna, Flugveiði, elska ég. en lifur bara á sultunum með það? Mér finnst það svona áhugaður spurning. Já, næstu því. Já, Næstu því. Það er vantar draumurinn, eða ekki? Jú, 100%. Já. Algjörlega, sko. Hvað þarf að gerast til þess að það? Það eru ýmsir hlutir að gerast bara akkurat as we speak. Við erum til dæmis búin að vera í krónunni í núna að vera 3 ár já, og nú erum við að fara í nettó líka, já. bara á allra næstu dögum. Og Og stætt þarf að fara í bónus. Já, það Myndi gleða mig. vissulega. Hvað, akkur við þetta bónusblæti? Segðu okkur aðeins Það er frá bara því, því að bónus er styrkalaðið þáttarins. Það er ekki flóknar að það. Og ég elska bónus. En maður sér sultuna nú orðið bara á svona ótrúlustu borðum, bara eins og ég var hjá eldri frængu minn daginn og hún var með sultufræður. Ok. Þá var ég var ánæður, sko. Og ég man ekki alveg hvað, það var ekki þessi sterka, sko. Nei. Hvort það hafi ekki bara verið bacon, sultan eða eitthvað. Já, ómissandi á hambúrgara. Já, það er enda punktur. En hvað annað getur maður sett sultur á? Sorry. Svona hamborgari, keks, okkur dót, út í sultur Sósur. og sósur. Sko, Hvað er með það? við erum búin að vera náttúrulega að prófa sko sultur í og með öllu síðan við byrjuðum á þessu. Í baksturinn, pönnukökur, vöflur, randalín meiri segja. Sí. Já, súpur, sósur, marineringar. Eiginlega bara allt. Í rauninni sko, því að sko, og það er náttúrulega ótrúlega auðvelt í staðin fyrir að fara út í búð og kaupa sér chili majónes, þá bara kaupir þau majónes og setur þetta út í þá með chili majónes. Herðu, það Þú er ert- frábær hugmynd. Þú ert með öll elementin í chili majó nema majónesið þetta, í sultunni, það er síra, það er sigur, það er chili, það er bara majónes. Svo getur bara búið til majónesi heima, það er bara egg og, veitu, hvað var það aftur? Já, hvað er það? Veitu, það er etikið Akkurat. og það er bara, hérna, egg. Er það ekki egg? Bara heilt egg og etik? Og, Sinneb. já, það má vera sinna Það er smá blíka, sinnep. svo er eitt svona element sem þú ert að Já, ég er að sko, gleyma sem einu stóru. Já, það er ólían. Ólían, Já. Svo bara töfraspottin og en það er allir dæmum mat sem er mjög auðvelt að gera. Flestir eiga töfraspota en enginn gerir þetta. Majónes. Ég held meiri sé að ég hafi aldrei gert majónes heima hjá mér. Nei. En kanntu alveg upp á 10. Já, þetta er svo ótrúlega öðvöld, sko. Já. Ótrúlega öðvöld. Já. Það er náttúrulega allt sem að gera heima á sér laust við þessi e-efnið, ekki? Jú, svo er það líka, sko. Já. En við vorum að ræða í podcasti fyrir einhverjum dögum síðan með e-efni og í unnum maturum og svona, hvað er þetta e-efni? Er þetta bara eitthvað mýta? Er þetta eitthvað sem maður á að varast? Eða? Þetta eru litarefni, þetta eru bragðaukandi efni, þetta eru conservatives. Er þetta samheiti yfir alls konar drulliða? Já, í rauninni, svo heitir það bara einn flokkur heitir 100 og eitthvað, einn heitir 200 og eitthvað og þá er allir bara 200 upp í 300 skiljum. Eru e-efni í þessu? Nei. Nei. Jú, það eru efni í einni sultu frá okkur og ég held að sé í ananassultunni, en það er bara vegna þess að það er í ananas í dós. Já, og það er e-efni í annars þetta. Nei, ekki einu sinni efni vegna þess að þetta er sítrónusýra. Já, Jú, já, hún er nú væntalega efni líka. Ok, Jú, já. augnablik. Jú, sýrustillir E330. Löflétt er bara Löflétt. En er þið nájaðir með þetta að kemur Nei, til dæmis nei, að börnunum ykkar og eitthvað svona að þau mega ekki fá unnar maturur? Ég pæla ekki mikið í þessu. Nei. Ég allavega er svona tildulega hraustur og ég held ég hef borðað öll e-efnin einhvers tíman á lífsleiðinni, sko. Nei, þið nú að vera að banna unnar kjötvörur í grunnskólum bara þvert yfir landið, sko. Er það? Já. Og sömur eru brjála, hvað segir, já, það er bara þannig. Hver er að banna? Nei, Er í það borginni, fyrir ekki, hún var að banna þetta í borginni. Hver? Hún Heiða, Já, borgarstjóri. hún er ekki lengur borgarstjóri. Nei, hún var að banna þetta, þá þarf vantilega Hildur að afbanna þetta, leyfa pulsunar. Og þú ekki pepperoni og skinka eða, þú veist, Nei. og ekki kæfa og... Nei, ekki lifra pilsa. Ekki neitt. Hvað, hérna... Þetta er svo óholt. Krakkarnir, þau bara deyja, þau bara þetta. það er mítan, En skilur það er þá álag á skólakokkinum. Það er Það þarf bara, að búa til allt á grunni. Sko, Kæfu frá svo, grunni. það er svo önnur umræða, sko. Já. Sko skóla, þetta er góð punktur. Sko skólakokkar eru eiginlega hættir. Nú eru bara matráðar í öllum skólum. já, svo þetta keift bara utan á bæ. Yes. Þannig að matráðurinn sem slíkur, hann bara sér um að hita matinn
frá einhverjum af þessu fyrirtækjum, ég veit ekki hvað það heit öll nei, og svo bara vaskar hann upp og fer heim það er ekkert eitthvað, herðu, ég ætla að henda henni í snúða fyrir krakkana því að, þú veist, já, hérna auka hveiti og það er hvert er að fara, já En er þetta alveg bara- svo leikskólanum, En er þetta sem bara, er mjög leiðilegt en er það bara út af sparnaði eða bara er enginn að nenn að sinna þessu? Þetta var alltaf þannig að sko matreiðslu fólk sem var komið á aldur, við skulum segja bara milli 50 og 60, búið að vera á veitingastöðum, búið að prófa að selja mat, skiljið mig, búin að prófa að pakka, bara, herru, ok, nú vil ég eitthvað rólegt bara og næs, ég fer bara hérna í skóla eða leikskóla og ég held, ég trúi því genuinely að þetta fólk hafi gert miklu meira heldur en sko fyrir börnin og staffið heldur en að það kostar að skiljum við, þetta Algjörlega. borgaði sér miklu frekar heldur en að hafa matar á því vinnu Já. ég er eiginlega viss um það þó að sparnaðurinn sé vissulega að kaupa matar á því sem kostar, ég veit ekki ég vil segja að það kosti 500.000 að vera með hann en milljón að vera með kokkin eða whatever en allt sem hún fær tilbaka fyrir staffið og börnin ég held að þú sett alveg búin að tapa því með þegar að ráða matar Er matráður, er það venda starfseti? Eða þú veist, já, það er þannig eða það? Ég get Ég- ekki bara orðið matráður á morgun. Nei. En sko svo er svo skrítið sko með matreiðslu maður ég held að það sé ekki lögvendu stétt Er það ekki? sko þegar að þú fær skírteinið þitt bara hérna útskriftarskírteinið þitt þá stendur á plagginu Ívar Örn Hansen hefur öðlast réttin til þess að reka og eiga veitingahús eða eitthvað líka en það getur hver sem er í dag að opna veitingahús þú þarf ekki að vera matreiðslumæður til þess Þarf maður ekki að vera með eitthvað svona kantinum, eitthvað svona, þyrfti ekki að tala Alls við þig ekki, eitthvað, ég var í nei. ráðum stað, en þú var skráð fyrir honum en Nei. þarf ekki að gera neitt. Ok. eina sem þú þarf að gera er að koma stöðut í gegnum heilbyrðiseftirlit og fá starfsleyfið þitt Já. en það getur unni hver sem er gert það En það er mjög kaltænislegt að fyrirtæki og stofnanir fatta að þú veist, góðu matur skiptir máli og bara eldhúsið og mötunutin er svona miðjan í fyrirtækjunum og oft eru kokkar á drulluháum launum. Það er ástæða fyrir að kokkar og sjóur um 1,5 hlut af því að þetta skiptir öllu máli. 1,25 En svo eru við að taka þetta úr skólunum og alltaf að tala um að skólanir séu einhvern veginn á liðurleið og svona. Þannig að það þarf að bring that back, sko. Ég held að til dæmis þá matráða sem ég þekki ég held að þeim ditt og kannski vantar það líka bara þekkingu og reynslu til þess að geta þá nýtt eitthvað sem er afgangs við eigum 20 kíló af baunum, hvað getum við gert við það? Ég held að matráðurinn hugsa ekki, já, ég ætla að gera hérna silikon karni eða ég ætla að bæta hérna baununum í Nei, ég fatt ekki hvert ég er að fara með akkurat. þetta er svolítið, ég held að þessi hugsun vanti svolítið, þetta er svolítið við erum aftur komin í þá umræðu sko, kaupum þetta tilbúið út í búð Já. við erum að kaupa tilbúin mat fyrir börnin okkar hvort sem okkur líkar að betur eða vera við erum að gera það nákvæmlega sami í skólunum og við gerum heima hjá okkur bara annar mynd Já, 100%. Ef einhvers þegar maður vill að sé góðu matur þá er það í grunnskólum og leikskólum, sko. Já, og svo bara fyrir gamla fólki okkar hafið þið séð stundum það sem við verið að pósta með, þú veist Nei, þetta er ekki, þetta er bara ekki að bullu það. ræðilegt, sko Er það að tala um þá elliheimilunum? Já, á hjúkrunarheimilunum Ég sé það er horrible, sko En hvað er Sko, þetta? það er líka vandamáli við Landspítalan og þetta, hvernig þetta er framreitt. Af hverju þarf þetta að vera í þessum plast... Hvað er þetta, skilur? Þetta er eins og lítið gemskip. Þú fær bakkan til þín og það er kannski soði í ísa og kartlifur og svo er mjólkurglas með einhver hluta vegna Já. mjólkurglas já, ok, og þetta er allt orðið á sama hitastígi, þú veist, mjólkin og volg fiskurinn og eiginlega kaldur Já, ég veit það. þetta er ekki Þetta er ekstra slæmt á Landspítalanum og ég vil að bara reynsla á matnum þegar við höfum regnast börn Já. og maður þarf að vera aðeins smá tíma. Er matráður þar eða kokkur, til dæmis? Það er mötuneyti á Landspítalanum, alveg pottþétt. Mötuneyti, já. Já, það lítur að vera starfsmannamötuneyti er- eldhús, er það ekki? það er eitt svona miðlægt eldhús það sem eru vissulega matrislumenn að vinna, sko ég veit ekki hversu margir eða þú veist, en jú En er vandamáli þá bara á Landspítalanum og í skólum og leikskólum, er þetta bara fjármagn? Það vantar bara meira fjármagn inn í þetta til þess að þetta gerir þetta betur. ég hugsa það Ok, já, eins og vandamál í öðru, já, það í meiknar. mjög mörgu bara já, Þú sér það bara eins og með hvað eru bestu mötuneytin, það er í bönkunum og Já, svona stöðum, helviti það góð sem þar. er ótakmarka budget. akkurat og hérna Þannig að- hjá Landsvirkjun til dæmis Rosa gott mötuneyti. það er fenómenal, sko Við höfum oft rætt þetta hvað er besta mötuneyti. Landsvirkjun. Já, það er bara klárt. það eru Við höfum 4 pröfað það. matrislumenn að vinna þar og sko
Já, Já, ég er með mínu uppáhald sko. Við borðum hjá Kvikubanka. Við vorum að skemmta þar. Það er budget. Ótrúlegt eldhús og líka hjá Marel. Já, Mögnuð sko. akkurat. Það er bara svona high level sko. Ég ætla að nefna í þessu Kokkurinn samhengi- sko veiða gæsir og eldaði sko. Það er metnaður. Já. Býti Það er í alvöru. pati úr gæsinni. Já, en þú ætlar að nefna eitthvað? Sælabankan. Já, Seðlabankin líka mjög góður. En Seðlabankin, það er bara ríkið, eða ekki? Okkur fá þau svona góðan mat en leikskólinni svona öðmulega mat. Ég, góð spurning. Er það eitthvað svona stéttaskiptið það? Þú veist það. Ég meina alþingismötuneytið er líka geðvitt. Ég hef ekki borðað þar. Já, ég reyndar ekki borða þar heldur. Við reyndum að borða þar daginn. Við erum ekki borðað þar áður en það komu svona stranga reglur. Ég man eftir því. Fengum fisk. Já, Seðlabankin mætti kannski gefa krökkunum matinn sinn og prófa að borða skólamatinn sem þau eru að borða. Það væri ótrúlega gott fyrir alla held ég að svissa þessu einn daginn. Þetta Þó að sé ekki nema bara einn dag. Það var gott TV. Já. Senda skólamat bara upp í Seðlabanka og svissa. Það Lefa er krökkunum að koma upp í Seðlabanka. Það var ekki að Svo líka- gras. Svo líka gott hérna mötuneyti íslenskri erðagreiningu. Já, frábær kokkur að vinna þar. Já. Einn af mínum allra bestu. Svo hvetjum við fólk til að nota heimkaup.is. Það er núna HM tilbóð í gangi og þið getur bæði fengið þetta sendt þangað sem þið eruð heim til ykkar eða vinnun eða bara hvert sem er eða sótt þetta niður í Mjódd. Svo erum við búið Ormsson og ég ætla að mæla með einni vöru þar. Það er að sjálfsögðu Dyson ryggsugan. Guðminn almáttuðu hvað það bjargar heimilislífinu. Þetta er einhver besta ryggsuga sem ég á æviminni verið með. Sammála. Svo erum við búið TM og minnum ykkur á barnatryggingarnar. Allir að tryggja sig. Barnatryggingar eru mikilvægar. Já, tryggið öll börnin. Happdrættir Háskólans HHI.is. Við minnum ykkur á tryggingu miða. Það er næst reyði 10. júlí. Það er fullt af milljónum í boði. Takk í þátt, farið inn á HHI.is. Eru þið kokkastéttin, er þetta svona lítil kreðsa? Þekkist þið vel? Svona þið sem eru lærið í þessu fæi eða? Já, svo fyrir þetta svo þetta aldurskipt sko. Þú veist, ég er svona komin í gamla skólan sko, þannig að ég þekki eiginlega bara ég veit ekki hvað Eldri ég á að kokkana. segja. Sigga Hall. Já, ég veist, ég er málkunnur og ég þekki hann ekki neitt sko. En hann heilsar mér alltaf, jú. En ég held að sé svolítið svona þeir sem útskrifust, kannski þeir sem útskriðu svona 5-10 árum á undan mér eða skilur voru að læra svona 5-10 árum á undan mér og kannski 5 árum á eftir og svo er þetta svolítið stopp sko. Svo þekki ég ekkert alla þessa ungu kokka sem er þessar súpistönnu sko, í rauninni sko. Jú, ég málkunnur einhverjum með þeim. Er ekki svona standardinn á íslenskum veitingastöðum og svona í matgerð á Íslandi, þetta er frekar svona hár standard eða ekki? Maður finnur að maður fyrir útlanda og svona. Við erum heppin með bara góðan mat eins og til dæmis sulturnar þínar og líka bara veitingastæði og fleira. Algjörlega, ég held að sko þetta byrjar bara í kringum 2000 sko. Hákon Már tekur þátt í Bókustór 2001, lendir í 3. sæti. Hvað er Bókustór? Bókustór er svona virtasta matreiðslukeppni í heimi. Okay. Hún snæddi sér að fara einmitt núna að keppa fyrir okkar hönd í janúar og næsta ári og þetta er svona the ultimate. Þú ferð ekki hærra en þetta skilur í okkar heimi. Akkurat. Og hann vann það? Nei, hann lendir í 3. sæti og þá einhvern veginn fara hjólinn svolítið að snúast með okkur. Það er lagður meiri metnaður í kokka landslið okkar og gert meira úr þessu. Þú veist, til dæmis að því við erum búin að tala svolítið um sýru í matagerð. Til dæmis sko læri ég ekki, nú er ég að læra frá 1998 til 2002 og ég læri eiginlega ekkert um sýru á þessum tíma. Vegna þess að þetta element var bara ekki komið inn í okkar heim. Og til dæmis 1-2 fersku kryddjurtirnar sem hægt að nálgast var dill og steinselja. Það var ekkert annað til. Núna getur bara farið út í búð og keypt allar bara flóruna eins og þú vilt sko. En smitast þetta velgengni kokka landsliðsins bara yfir á veitingastæði bara sem við þekkjum í dag? Klárlega. Þess að kokkar eru miklir egoistar og þessu mjög mikið inn í sér þá eru þau rosalegir egoistar og fyllibittur í 100% og þeir vilja gera betur en þessi gaur eðlilega ég er ekki öllum brönsum ég held að þetta sé fljótt að smita sko, sérstaklega þegar við byrjum að vinna eða okkur heldur, þetta er bara eins og með handboltalandsliði þegar handboltalandsliðinu gengur vel eða fótboltalandsliðinu, þá fara allir að læra fótbolta en ég var að tjóka með fyllibittur sko, þeir eru það samt, það er ekki tjók
það er bara ekkert Er jók og þetta- þau sem betur fyrir er þetta búið að batna. Já, ok. En þið er að vinna þannig tímum, skilur. Þið er að vinna þegar aðrir eru að borða. Já. Ég fengi mér að leit fór túli, ég var að vinna í einhverju eldursegastar. Í Þó var ekki 100% nema- já. og eftir vakt. Já. Fyllir ég á þriðjudegi, frídaginn eftir, allan daginn. En ég held líka, sko Nei, ekki svona í alveg. já, algjörlega. Það eru mest krefjandi ársóttíðir sem maður skemmtir á og það er fyrir veitingastæðina, sko. Það er svo mikið spenna að einhvern veginn skemmta sér. bíða, Þau eru alltaf að vinna þegar aðrir eru að skemmta sér. Svo þegar þau Þetta fór er svo loksins gott. að skemmta sér, það er bara upp á borðum og allir brjálaðir og Fyrir forrið, sko. maður er bara eitthvað, jæja, guys, við erum að stýra sér veislu. Það er einhvern tíma skemmt í skattinu. Já. Já, eins og- Jólahlaðborð á já, skattinu. Nei, bara ástu. Nei, ársóttíð skattsins. Hvernig fannst ykkur það? Ég er svona að reyna að muna eftir. Það er hljótt að tala um fólk upp á borðum og svona. Já, ég veist það, ég Þá manna var hann ekki. skattstjórinn að Skúli, manstu? Einmitt. Ég manna ekki alveg. En eru þau trillt eða? Voru það allan í gamla daga, sko. Já, Eina jólahlaðborð, sko, Veistland það sem ég var að læra, þá fórum við með jólahlaðborð út um allan bæ. Já. Og eitt af því var skatturinn. Já. Og það var mjög skröðlegt. En heldur að segja því að þau eru að vinna við svo leiðilegt allt árið, einhvern veginn í skattast eitthvað Kanski, og svo bara svona, vaaah. bara einhver Excel-skjöl bara, þú veist. Ég hef líka hérna bráðamóttakan sem er á spítala, hún sé alveg tjúluð, sko. Þau eru alltaf bara alltaf að vinna í einhverju brjálaði. Svona PTSD levelið þar er alltaf mjög hátt, sko. Bráðamóttakan, slökkulismenn og sjúkralisfólk. Já, Þarna tengjumst við tryggðarböndum við þau Já. og matreiðslufólk og þjónar og allir í þessum Já, geira. já, já. Þetta er svipað nuts. já. Já. Þú veist, vinnutíminn er langur, ég ætla ekki að reyna að miða það saman við að, þú veist, fara og sækja einhvern sem er búin að lendi í sleysi, en þú veist, það eru vissulega tráma sem fylgir því að vera í eldhúsi á einn eða annan hátt. Já, og þið sjáuðu líka öruglega svona aðra hlið á bara veitingastöðum og skemmtanalífinu sem við hinn sjáum ekki. Við Já. mætum bara á veitingastöð og pöndum okkur að borða og förum svo eitthvað annað. En þeir sjáuðu alla drulluna. Akkurat. Einhvern sem er alltaf fullur á borði 9 eða einhver að rífast í þjóninum eða eitthvað svona. Er það með veðmál og svona? Þessi dáin Hvernig fyrir borði. veðmál? Ég veit það ekki bara, ég Hver veið er að þessi dauður í degi súpunni? fyrir 9, Já, skilur. 100%. Já. En hefur þú opnað veitingastað? Eða svona? Nei. Aldrei. Og aldrei verið svona nálægt í það langað eða? Mér langar að, jú, Já. vissulega, en það bara, Já, það er dýrt. það kostar. Já. Og þá ertu líka enn búin að læsa því, sko, einhver af mínum svona, mínum forverum, einn af mínum forverum sagði við mig, sko, Ívar, það er, sko, ef við hlófna veitingastað, þá ertu bara að fara að ná þér í eitt annað badd, sko. Og þetta badd, þú setur ekki í pössun, sko. Nei. Þú þarf bara að sinna því 24/7 alltaf. Já. Ég er bara ekki til í að taka þann slag. Nei. Kannski verði ég einhver tíman, fattiði, en Af því að helvítis eitthvað já, væri gott brand, eða þú veist svona er gott brand, Já. klárlega. helvítis borgarinn, eða þú veist að bara að helvítis verði alltaf hettið á brandinu, skilur við? Það er hægt að setja helvítis, sko, fyrir framann allt. Já, ég er að segja það. Það er svo heppilegt. En hvernig myndir því að þetta er ennsku? God damn, That damn, God damn chef. damn Hell chili samt. God damn jam. chef. Það er meira hell. En er ekki svona mest successful veitingastæður á Íslandi svona staðir sem eru bara svona einfaldir, bara svo pulsuvagnar og svona skyndibittakeðjur og svona, er það ekki svona sem lifir af hitt svolítið sem kemur og fyrir bylgjum eða? Er þetta bara þvæli með það? Nei, þú eru alveg nokkuð til málstýrs. Já. Sko, vinsælisti veitingastæður okkar tíma og allra tíma Já. er pilsu bæðins bestu. Já. Ef við bara- Einfalt, einmitt. Það tekur 3 sekundur að afgræða og þú fær 1000 kall fyrir hverja pilsu. Já. Þú vilt það. Já. Þú Það er smá leiðilegt á Íslandi þess að geta verið með svona nýs staði eins og maður sér bara í París og London og New York og svona. Það þarf alltaf að vera svolítið svona mainstream og svona, Þetta er svolítið tenni dæmi. já, sko. smá. Það er bara, hvað, er ekki pasta hjá okkur? Já. Er ekki með pasta á matseilinu? Þetta er hambúrgarastæður. Já, fær krakkin ekki að velja eitthvað lag? Já, nei, við erum ekki í því, sko. Já, þá er ég farin annað, sko. Mér finnst það. Mér finnst það mætti vera svona fleiri hinseginstæðir, en ég skil það alveg. Just, Ísland er lítið og hérna, það er kannski erfitt. Já, En- en það kannski lifir á túrismannum frekar, skilur við? Já, þú veist, eru við til dæmis að fara á alla þessa litlu veitingastæði sem eru til dæmis, þú veist, Himalayan Spice, hafið þið farið á hann? Reyndar, já. Ok, Einu sinni. ok. Er ekki alltaf sagt að bak við hvern einasta Michelin stað sé eitt pulsuvagn eða eitthvað svona?
sem heldur uppi flottastaðnum Nei, ég er skilurðu. þetta ekki Nei, ég heyrði þetta Pulsuvagn. eða þú veist, eða pizzastaður eða eitthvað skilur Kebabstaður. þú veist, að rauninni þá rekur þessi staður sig ekki sjálfur hann þarf að hafa eitthvað svona annað svona tannhjól fyrir aftan sig Já. en já, þetta er áhugavert maður. En hver er svona vinsalasti, er það ekki grillmarkaðurinn kannski, svona hjá túristanum, þegar túristin kemur til Íslands, er það, já, Fyrir eftir hvaða verðflokk þú ert að tala um? já, svona, er það fine dining? Já, það er fine dining. Já, ég myndi segja það. Vinsalasti fine dining væri hvað Sumak og grillmarkaðurinn og nú er ég bara að kasta upp einhverju hérna. Ég myndi segja sko að allra vinsælisti veitingastæður á Íslandi sé Óks. Já, ok. Af því að hann er þaulsetinn öll kvöld ársins. Og hvað komast margir? 14. 14, já. Við minnið það. Ticketið er bara 75k eða eitthvað. hafið þið borðað þar? Nei, ekki ennþá. Nei, Ég ekki heldur sko. Á það eftir. maður fyrir vist eitthvað byðlista sko, svo bara hringt í mann eitthvað, það löst borð núna, kemstu Já, og svo er mitt svo losna alveg öðru hverju borð. Bjartur vinnu minn er aðstofari yfir kokkulata og það ég vilja tekið þrý og svona tvísvar allan í mánuði þá kemur cancellation sko. Já, já. Og það er þá fólk sem er oftast búið að borga bara fyrirfram. Þannig að það er tvöfalt. já, meinar, já, vel gert Já, já, já. Yes. Nei, ég var með eitthvað mjög góðan punkt hérna, hann stól númer Við ætlum alltaf að opna samlokustað, já, það var svona draumurinn svona sko. grilled cheese samloku, en það fór úr því að vera staður í vagn og svo hætti þetta því að við fórum eitthvað að reikna út að það borgaði sig ekki, að það er að vera svo dýrt. Þetta er vissulega dýrt. Já. Það er dýrt að reka og eiga veitingastað í dag. Sama hvort það er samlokustaður eða fine dining eins og Sumak. Já, Já, Og það sem er held ég að sko að setja allt á hliðina er náttúrulega laun fyrsta lagi og leiga. Þetta var þannig í gamla daga. Þú veist, fyrir tæpið 30 árin þegar ég er að byrja að læra kokkinn þá þótti það mjög gott að hafa svona 25-27% í fúdkost af heildinni. Í dag er fúdkostið 40%. Og leigan er 50%. Skilur við, og laun fyrir starfsfólk. Það situr kannski eftir 10%. já. það er svolítið hart sko. 10% er ekkert rosalega mikið sko. Við tala nú ekki þegar sko, ef þú ætlar að fara í þetta matarvagna business og það er kannski verið að rukka 20% af heildarsummunni þegar þú ert búinn að vinna. Þú veist, illin er þannig. Við tökum hérna 20% af teikjónu sem kom inn. Já, en maður má ekki gefast upp sko. Maður þarf ef maður hefur passion fyrir einhverju þá bara kýla á það sko. Ég segi það. Já, algjörlega. Ég meina okkar bransi er galinn sko. Ég veit. Þannig að þú veist, einhvern veginn Þú verður að trúa á verkefnið. Já. Fyrst og fremst. Við höfum aldrei farið að framleiða þess að sultur eða ekki að trúa á því. Ef einhverju er sagt við þig þegar þú var 7 ára einn daginn þá myndir þú framleiða sultur myndir ekki bara hlæja þig með það? Jú, þetta. Já, svo ertu bara að því. Jú, þú verður sultukallinn. Nei, því mér finnst þetta svo algengt bara með alla bransa, pabbi minn er lögfræðingur og eitthvað svona, að segja allir eitthvað, ekki fara í þetta er allt og mikið, bam. Þú veist, ef allir myndir hlusta á þetta fólk, þá myndi enginn gera neitt, sko. Hárið. Þannig að maður þarf líka bara að kýla hlutina og segja bara fuck it, sko. Algjörlega. Enga hræðslu. Nei, og ég skil alveg fólk sem er unni lengi í eins og þínum bransa að segja þetta sé erfitt og eitthvað svona, en þetta er líka gaman, ég minna, að hitta fólk, sko, þetta er svona skapandi. Ástæðan fyrir því, ég hef sjúklega mikla ástríðu fyrir að elda mat og það er ógeðslega gaman þegar að fólk tekur í vel sem þú ert að gera. Það er gaman að fá hrós. Auðvitað. Það er gaman að fá hrós. Já. Þannig að sko samblandi af ástríðu og það að hafa trú á verkefninu, já, ég held að það er the way to go, sko. Algjörlega. Þetta er kokkar í dag, þeir eru bara listamenn. Ég horfi þannig á kokka. Þú veist, að búa til mat, saman hvað það er. Það þarf að vera gott hráefni og innihald og pakka þessu inn í eitthvað sultur. Þetta er bara listaverk. Sko, þarna ætla ég aðeins að drepa listaverk? Nei, ég er á því. Já, ég 100%. Ég ætla að segja ykkur líka bara af hverju þetta er listaverk. Ég og kona mín framleiðum þetta saman og eigum þetta fyrirtæki saman og hún er margmiðlunar hönnuður þannig að hún er búin að hanna allar umbúðunar okkar. Já. Þannig að hún á það skuldlaust. Já, og margt mikið meira en það. En ertu búin að hugsa eitthvað svona útflutning? Já, við erum búin að prófa það, meira sér. Já. Fórum til New York á síðast ári og vorum að kynna einmitt bacon og brennivín kryddsultuna þar
á stórum viðburði og í framhaldinu fengum við pöntum frá Þýskalandi. Ok. Þannig að fóru 10 kassar í þeirra. Ok. Já, Ég veit ekkert hvað er mikið til að þeim með þá eða Nei, hvort það hefur selst eitthvað. En þú veist, við erum já, alltaf búin að senda eitthvað til Já, Rússlanda. nice. Það var Síðan gott að svona, tjing. koma sér inn í Costco eða eitthvað svona Whole Foods. Já. Vera bara þar með góðan rekka, sko. Fór ekki Solid for life. Omnum fór nú alla leið. Voru þeir ekki með rekka einhverstaðar í Ég veit það einhverjum ekki, amerísku geði? Með minnið það, sko. Jú, Omnum og Siggi Skýr náttúrulega og svo Torskýr, ég veit nú ekki hvað það er. Já, Staðsett. skýrið maður. Já, einn maður, ég sem sagt, já, eins og ég sagði hann, þá vinn ég stundum fyrir reykakokku fyrir fólk sem á mikið af penningum og ég spyr alltaf þetta fólk, sko, því þetta er nú auðvitað einhverjir sem hafa gengið mjög vel hjá þeim og ef þú ættir eitthvað svona heilræði fyrir mig, hvað myndur þú segja við mig? Nú og ég fyrirtæki og ég er bara útskýrað fyrir þeim að ég er með þessar sultur og bla bla bla. Og mjög gaman svörin sem ég fæ tilbaka. En svo fekk ég einu svona spurningu og hann sagði, þessi maður sagði, Ívar, þetta er allt gott að blessa þinn, segðu mér aðeins frá því hvar sérðu fyrir þér að selja sultuna þínar svona í nákominni framtíð. Og ég sagði, já, heiminum bara, það var ekki þetta, það væri bara allstaðar. Það sagði, já, þetta er ágændi svar, en ef þú hefur sagt á tunglinu, þá hefur við ránaðir með þig. Þá ertu að hugsa aðeins stærra. Já, og ég já, leiði, já. Já, maður þarf að hugsa stórt, sko. Já, það er alveg point í þessu, en já, tunglinu, já. Mér finnst heimurinn alveg nóg svar, sko. Það er ekki mér finnst bara það, já. Worldwide Jams. Jú, það er alveg rétt. Já, mér finnst það svakalegt, sko. Við höldum með þessu og vonum bara til að sjá þetta. Ég vonast til að sjá þetta einn daginn í einhverju búð og verður ekki að vala að sjá þau. Sultur, já. Sultan að sífa sér Hérna bara í herning. Hvað er að gerast? Gæti nú verið með þetta á tenni. Það er svona, Það er reyndar mjög góða punktur, sko. já. Ég þyrfti að koma sem staðar inn á tenni, sko. Ég veit reyndar eitt stað, en það er kannski á ekki við, en ræða það senna. Já. Á ekki við, já, ok. Já, ræða með off-camera til Ég skilði, ég skilði. En er það að taka eitthvað frí vera rekandi svona sultu fyrirtæki, þú veist, eins og í sumar ertu að fara í hvað? Nærða að slaka á og nei. En krakkar, ykkur sem langar að opna sultu fyrirtæki, ekki gefast upp, sko. Er það ekki bara alltaf þannig að maður reyka eitthvað sjálfur, þá er maður alltaf einhvern veginn bundin vinnunni? Ég held það. Já. Ég kannist örugglega við það. Já, sjálfur. já, það er Það bara er bara, sko, mér langar alveg að taka mig frí, en svo sérðu bara ticketið sem er í boði og hugsaður, já, ég tek frí setna. Já, ertu að meina flugmiðan út eða? Nei, Nei. bara Já. það sem þú færð. Já. Majóið. Já, einmitt, akkurat, já. Það er nefnilega, já, ég held að vera að meina flugmiðan, sko. Það er Nei, nú flugmiðan helviti dýrir, sko. Það er rosa erfitt að segja nei við majóið. Já, það er það, sko. rétt. Já, þegar það er nóg að gera. Herru, eitthvað að lokum, eitthvað sem þú vilt að auglýsa, er eitthvað framönda, þú varst nú með eitthvað festivalendaginn í Gamla bíó. Ég var ekki með það, en Nei, þú varst að sjá frú það. Þóru Hafleðadóttir var með það, Bóm. kona mín, ásandinn konu sinni. Á næsta ári verður það aftur, Ok, munstæra. og útskýr aðeins þetta festival, hvað er þetta? Sko, þetta var í fyrsta skipt sem Reykjavík Chili Festival var haldið. Aha, Það eru chili eða svona eldpiparháttíðir út allan heim. akkurat, Og stundum er þessu oft á ári. Eins og í Þýskalandi til dæmis í Berlín er þetta allavega 3 á ári. já, Og við svona, eða fyrir ekki, Dóri, hugsaði sér gott í glóðarinnar, við getum nú kannski bara gert eitthvað úr þessu þetta heima. geðið. Þannig að hún fór á stað fyrir ári síðan og fór að plana þetta og bjóst svo sem ekkert við neinu, skilju, það kæmi ykkur en svo Akkurat, var bara húsfyllir og þarna voru einhverjir 10 allavega aðilar sem er að selja sko, og framlega chili tengdar vörur þar á meðal eldpipar bóndin okkar sem heitir Óli Finns og er í Heiðmörk og Laugarási. Það eru íslenskir eldpiparar í öllum sultónum okkar, já, hafa alltaf verið Einmitt. og verða alltaf og það var átkeppni, chili átkeppni geðvikt. sem ég stjórnaði, það var ótrúlegt. Enda einhver á því að æla og eitthvað svona, Nei, það var fólk var nálægt í, sko. já, Það voru tvö sem að endust lengst. ok, Það voru svona eiginlega í úrslitum á móti hvora þau. Svona 40 kílóa suður-amerísk kona já. og svona 140 kílóa íslensku kallmaður. Og voru að borða Carolina Reaper bara, Já, fleiri en einn. shit. Vá. Hafið ekki séð seríun á Netflix sem er bara þetta, Chili Out keppni, hafið séð hana? Nei, Það er einhver heimsmeistari í þessu og hann, hvað átt hann, 140 eða eitthvað, á þess að bara blikka auðvunum, sko. ímyndaður hvernig var hjá honum daginn eftir. Einmitt. En það er talið að þessi maður sé ekki með, sásökin hans er öðru sinni öðrum eða eitthvað svona kjaftaði.
En hvað voru þau að borða marga, manstu það? Já, þau borðuðu 13 chili pipra Já, og svo borðuðu eina sem sagt, sæta papriku í lokin og það er sem sagt killerinn sko. Þú ert búin að þetta byrjar náttúrulega bara í Padrón sem er bara, þekkið í skóvilskalan. já. Okay. Þetta byrjar í Padrón og þetta endaði í Carolina Reaper. Shit. En svo þegar að því að þau náðu bæði sem sagt að klára síðasta chilipiparinn sinn, þá var bráðabanni og þá fáðu sitt hvora sæta paprikuna sem er bara svona stóri eða eitthvað og svo sem er fljótastur að klára paprikuna, hann vinnur eventually. Og hver vann? Maðurinn. Ok. Hann Bara hakka hann í sig. já, hún gafst upp bara eftir 3 bita eða eitthvað. Shit. Vá. Já, maður segir þetta úti, sko, þá fáðu bara körfu af Carolina Reaper og það er bara hver borðar fleiri. Já, það eru 2 típur af þessu. Já. Annars vegar er sko svona magn átkeppni, þar sem allir fá bara 10 eða 20 eða 100 eða whatever, alveg eins chilipipra. Og svo er hægt að fara leiðina sem við fórum og þá er þetta þannig að 11 sem byrjuðu í keppninni, þá fá allir 1 chili og svo borða allir saman. En hvernig dettur maður út? Er það bara Fyrir framan þig á borðinu er bæði mjólkuglas og bjór. ef þú tegið í sopa? Já, þeir í sopa þótt úr keppni og stendur upp þótt úr keppni. Ok. Þetta er gott, ég fíla þetta. Já. Ég var til að prófa þetta. Þú verður með næst. Ég er með næst. Þú erum næst. Þannig að já, þetta er þá næsta ári eitthvað og sultudeinar, þú getur keyptar Út allt, bara herri takk fyrir komuna, gaman að vera með þér og við segjum það gott, verið sæl.